Við ætlum að fara núna yfir í hugleiðslubæn og þar ætlum við að skipta út vantrú fyrir trú, vantrausti fyrir traust og óöryggi fyrir öryggi. Við ætlum að taka við þessum gjöfum frá Guði og velja það að dvelja í öryggu trúartrausti til Guðs föður okkar, lifa í Guðs ríkinu en ekki í heiminum, í andanum en ekki í holdinu. Og síðan þegar við erum búin að fara með þessa bænir þá ætla ég bara að lesa nokkra sálma sem að fjalla þetta efni og þegar ég les út þetta orð sem mjög kröftugt og lífsbreytandi þá það eina sem að við ætlum að gera bara að opna hjarta okkar fyrir orðinu og hleypa inn í hjartað og leyfum bara orði Guðs að gera vinnuna og við gerum ekki neitt annað en að velja það að taka við því. Amen. 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 Þá skulum við bara koma okkur þægilega fyrir hvort sem hún situr eða liggur. Já, Jesús, ég bara legg þessa hugleiðslu og bæni þínar hendur. Ég þakka þér fyrir, heilagur andi, að þinn vilji nær fram að ganga hér í kvöld. Og ég legg hvert og eitt okkar sem að hlusta, sem að horfa í þínar hendur og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að gera kraftaverk, lækningar, tákn og undur í lífi sérhvers og eins sem að hlusta í Jesú nafni. Amen. Og ég ætla að bjóða þér bara að draga djúpt inn andan og leyfa þér að slaka bara á, loka augunum og ég ætla að byrja að fylla hugan af Jesú. Við ætlum að fara með nokkra bænir núna og þú mátt endurtaka eftir mér í hugaðinum, í hjartaðinu og gera þessa bæna þinni. Kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að þú lifir í dag. Takk fyrir að fyrirgefa syndir mínar. Takk fyrir að gefa mér nýjan anda, heilagan anda. Og ég opna hjarta mitt fyrir þér, Jesús. Og ég hleypi þér inn. Og ég iðrast þess að hafa sett eitthvað annað ofar í hjarta mitt en þig. Og ég vel að setja þig, Jesús, allra efst í mitt hjarta. Og ég vel að taka við þeirri gjöf og þeirri blessun sem þú vilt gefa mér núna. Og ég kem fram fyrir þig, Jesús, og ég afhendi þér allt vantraust, alla vantrú, allt óöryggi og allan ótta. Og ég fyrirgefi þessu og sleppi þessu til þín. Og ég vel þig, Jesús, sem mitt öryggi. Þú ert mitt traust. Og þú, Jesús, ert mín trú. Og Guðs ríkið er mitt heimili, mitt athvarf.
Og ég vel að stíga núna inn í ljósið þitt, Jesús. Það sem að blóð þitt hreinsa mig. Það sem að orð þitt læknar mig. Það sem að sál mín hvílist og ég lifi í öruggu trúartrausti. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú hjálpar mér að endurnýja hugarfar mitt. Og ég gefi þér iðrun mína fyrir öll þau skipti sem ég sneri hjarta mínu frá þér. Fyrirgefðu og ég þakka þér fyrir að þú hefur fyrirgefið mér. Og ég tek storminn, áföllin, vandamálin, vanlíðanina, áhyggjurnar og erfiðleikana og fyrirgefi þessu öllu og afhendi þetta til þín. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur læknað þetta. Og nú ætla ég bara að bjóða öllum að sitja í þessari hvíld Guðs eða liggja í þessari hvíld Guðs og opna hjarta þitt núna fyrir þessum versum úr sálmunum sem ég ætla að tala út. Og ég ætla að byrja hérna á versi í Jesaja sem er 40:10. Óttast eigi því að ég er með þér, vertu ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Og þetta er Sálmur 46, 2. og 3. vers. Guð er oss hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Því óttumst við eigi þótt jörðin haggist og fjöllin steypist í djúp hafsins. Og þetta hérna er Sálmur 27, 1. vers. Drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns, hvern ætti ég að hræðast? Og Sálmur 27, 3. vers. Þótt að her setjist mig, óttast hjarta mitt ekki. Þótt að stríð brjótist út gegn mér, er ég samt öruggur. Og þetta er Sálmur 56, 4. til 5. vers. Þegar ég hræðist set ég traust mitt á þig, með Guðs hjálp lofa ég orð hans. Ég treysti Guði, ég óttast eigi. Hvað geta dauðlegir menn gert mér? Og hérna er Sálmur 91, 1. til 7. vers. Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttuga,
Segi við drottinn, hæli mitt og háborg, Guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans máttu hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi, eigi þarft þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga, drepsóttina sem læðist í dimmunni eða sýkina sem geisar hádegið. Og hér er Sálmur 112, 7. til 8. vers. Þú þarft ekki að kvíða ótíðindum, hjarta þitt er stöðugt, þú treysti drottni. Hjarta þitt er óhult, þú óttast ekki. Og Sálmur 23, 1. til 4. vers. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiði mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sæki nafnsins. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sproti þinn og stafur hugga mig. Amen. Við ætlum að bara sita núna í svona 1 til 2 mínútur bara í nærveru heilags anda. Mér langar að biðja hans fyrir öllum sem eru hérna. Já, heilagur andi, viltu biðja fyrir fólkinu? Viltu biðja fyrir líf þínum? Ég biðja drottinn að senda orð þitt inn í hjörtu þeirra sem að hlusta og lækna í Jesú nafni. Ég þakka þér fyrir að þú opnar augu, þú frelsar huga og hugafar fólks og þú setur innsigli á varir þannig að fólk tali bara út líf og lækningu og ljós. Og þar sem að hjartað hefur verið snúið frá þér, drottinn, ég þakka þér fyrir að þú snýrð hjörtum aftur til þín. Þú snýrð öllu hjartanu, fyllilega til þín núna í Jesú nafni. Og ég þakka þér fyrir að þú lýsir upp allt myrkur sem hefur verið til staðar og þú setur bara ljós þitt umhverfis og inn í hjörtu allra sem að hlusta núna í Jesú nafni. Og ég tala líf þitt, heilagur andi, og ljós þitt og lækningu þína núna inn í hjarta og inn í líf og inn í líkama allra sem að hlusta í Jesú nafni. Fyrir þínar benjar erum við öll heil. Amen. Og ég sé bara svona styðjandi hendi föður okkar á himnum, svona verndar hendi yfir líf allra sem að hlusta núna. Hann er skjöldur okkar, vernd okkar, það segir í orðinu, hann er vörður okkar og hinn vondi getur ekki snert okkur. Amen. Þá megum við bara draga djúpt inn andann og opna augun hægt og rólega.